Munu stíga hér á svið, ungur hópur vísindamanna á Hafrannsóknastofnun. Þau munu horfa til framtíðar og ræða þá framtíðarsýn sem þau hafa á hafinu og lífríki þess. Andreas Macrander, Guðmundur Þórðarsson, Hildur Pétursdóttir, Jón Sólmundsson og Steinunn Hilma Ólafsdóttir gjörið svo vel. Já, komið öll saman særu blessuð, gleðilega hátíð. Og við 5 vorum valin af handahófi og sérfræðingahópi Hafrannsóknastofnunar, þar sem að eina skilyrði var að viðkomandi væri yngri heldur en stofnunin sjálf. Og verkefni okkar er svo sem ekkert flókið, við ætlum bara að fjalla um framtíð hafrannsókna á Íslandi. Ég heiti Jón og aðrir með mér í hópi ungra vísindamanna eru Steinunn, Guðmundur, Hildur og Andreas. Og við ætlum að reyna að sjá fyrir okkur hver verður viðfangsefni næstu ára og áratuga og hvaða spurningum við þurfum að svara. Við verðum náttúrulega spurð áhrif loftslagsbreytinga á lífskerfið í hafinu og hver séu áhrif veiðanna og annarra athafna mannsins. Og svo eru þetta ótal fleiri spurningar fljótandi hérna í geimnum og þeir eru náttúrulega að regna niður á okkur einn daginn. Ef spár ganga eftir, þá eru miklar umhverfisbreytingar framundan sem munu hafa áhrif á mannkynið. En þrátt fyrir hnattræna hlýnun, þá er engan veginn öruggt eða víst hvernig þróunin verður á okkar hafsvæði. Já, burtséð frá öllum breytingum, þá þurfum við áfram á hverju ári að svara aðkallandi spurningum afrakstur nytjastofna og ástand sjávar. Já, stærsta spurningin, og svo sem kannski mest áhugaverðar spurningar hvaða áhrif munu loftslagsbreytingar hafa á okkar hafsvæði? En Andreas, þú hefur aðeins verið að spá í það, eða ekki? Já, einmitt. Umhverfis Íslands aber fjölbreytt svæði, því sem hafstraumar frá ýmsum áttum mætast her. En raunveruleikinn miklu flóknari. Útbreiðsla hlýsjávar og bóðsjávar getur breyst mikið, bæði á stuttum og löngum tíma. Já, Andreas, skiptir þetta máli fyrir ykkur aðra en okkur Íslendinga? Já, svo sannarlega. Íslandshafið gegnir lykilhlutverki í hnattrænu hita- og setulhringrásinni sem færir hlýsjó norður. Þar kólnar hann, sekkur og myndar þungan djúpsjó. Djúpsjórinn flæðir þá söður og niður í gegnum Grænlandssund og myndir þar byggðiflæði sem við getum kallað stærsta foss í heimi. Wow! Já, þetta fallega foss. En breytingar á hans flæði gætu haft mjög alvarlegar afleiðingar. En hvort getum við sagt erum við að fara í hlýjenda eða kuldaskeið? Hnattræn hlýnun mjög líklegt á næstu áratugum, en það frekar óvisst hvernig verður þróunin kringum Ísland. Mælingar frá síðustu hálfri öld sýna sveiflu í útbreiðslu hlýsjávar og bóðsjávar. En í framtíðinni einig möguleiki á stærri breytingum, svo við þurfum að fylgja með. Önnur afleiðing losunar koltvísýrings súrnun sjávar, sem gæti haft alvarlegar afleiðingar hér í djúpunum við land, sérstaklega fyrir kalkmyndandi tegundar eins og samlokur, snigla og kóralla. Já, einmitt. En áhrif súrnunar sjávar getur einnig haft neikvæð áhrif á aðra lífverur, til dæmis þörunga og dýrasvif, og þar með allan fæðuvefinn. En lífríki sjávar einmitt samspil gríðamargra þátta, hita, seltu, næringarefna, birtu, þörungagróðurs og dýra. Og þörungarnir, þeir ljóstilifa, dýrin lifa á þörungunum og dýrasvið eru síðan mikilvæg fæða fyrir marga lífverur. Til dæmis fisklifur, ýmsa fiska og jafnvel hvalategundir. Þannig að skoða hver étur hvern
og fylgjast með orkuflæðinu gegnum þetta flókna kerfi gríðarlega mikilvægt. Við þurfum að efla slíkar rannsóknir. Já, en Hildur, hefur eitthvað nýtt verið að gerast í fæðurannsóknum? Já. Eitthvað annað, þetta bara greining á magasínum og... Já, við höfum verið að gera nýstofnari af þeim líka. Við höfum verið að skoða samsættur og fitusýrur í lífverunum og þessar aðferðir eru að gefa okkur upplýsingar fæðu yfir lengri tíma en þessar hefðbundnu aðferðir. Já, það er spennandi. En þú nefndir áðan að dýrasvið væri hlekkur milli svifþörunga og efri fæðuþrepa. En hvað erum við að tala mikið magn á dýrasviði í hafinu hérna í Íslandi? Það alveg gríðarlegt magn af dýrasviði í hafinu. Rauðátan hefur verið áætluð 7 milljón tonn. Vá! Já, þetta alveg gríðarlegt magn. Og ljósátan, hún annað eins. Þannig að sjáum að það alveg ótrúlega mikið magn af þessu dýri. Já, það alveg greinilegt að það er mikilvægt að efla rannsóknir á neðstu fæðuþrepunum. Já. Og þó að reyndar að hagnýtt gildi sé ekki alltaf augljóst. Já, en talandi fæðukeðju, þá skulum við ekki gleyma risum sjávar. En þáttur hvala í vistkerfinu hefur valdið okkur talsverðum kvölum. Það eru þeir margir, það éta þeir. Það er mjög góð spurning okkur það. Og þannig að eitt er víst og það er mörgum spurningum ósvarað varðandi hlutur hvala í vistkerfinu. En Guðmundur, hvað með selir og fuglar? Jú, Andreas, þó að selirinn sé náttúrulega minni en hvalir og fuglar minni en selir, þá bæta þessar tegundir það upp með fjölda sínu. Þannig að rétt norðan við okkur eru stóri stofnar vöðu og blöðrusela og í fuglabjörgum Íslands eru stóri stofnar sjófuglar. Þarna er því gríðarstór óplæður akkur í rannsóknum. Það er margt annað spennandi en bara fæðutryggs. Hvað með hafsbotninn? Já, hér við land höfum við gríðarstort svæði sem er undir sjó og þau fjölgastakort sem við eigum nú þegar sýna á landslag hafsbotnsins er mjög fjölbreytt og stórfenglegt og mun flottara heldur en maður getur bara ímyndað sig að skoða þetta sjókort. Við höfum til dæmis heitt uppstreymisvæði, við erum með hryggi, virk eldfjör, bratta kanta, djúp og álag skorna ísaldarjöklum, jökulgarða, hóla, hólur, gil, gljúfur og ýmislegt fleira, svo það er ljóst að við þurfum að fjölgeislamæla botninn til þess að geta kortlagt hann almennilega. Þetta hljómar nú alveg ljóðræn lýsing, en hefur þetta eitthvað svona praktískt gildi? Þetta er rosalega fallegt. En jú, það má segja það, þetta fjölbreytta landslag það skapar ólík umhverfisskilyrði og þar með mismunandi búsvæði og ólíka tegundasamsetningu lífríkisins. Og botninn, þau eru uppstæða fjölbreytileikans í hafinu og sum þeirra, eins og kóralar og svampar, eru búsvæðamyndandi fyrir ýmsar aðrar tegundir. Já, mikilvægt. Og botninn, þau mynda til dæmis búsvæði fyrir fiska. Akkurat. Og eru þetta mikilvæg fæða fiskana líka. Og talandi um fiska, og líf og sjávar, þá hefur orðið heilmikil breyting á útbreiðslu margra fisktegunda núna í kjölfar hlýnunar. Og það má náttúrulega nefna tegundir eins og skötusel og loðnu, makríl og fleiri tegundir. Og þetta höfum við séð mjög vel í árlegum veiðiprogrammi. En það hægt að nota þessa leiðangra enn betur en gert í dag? Já, vissulega og við erum farin að færa okkur í dag í átt að miklu fjölbreyttari gagnasöfnum heldur verið hefur. Og gögnin sem við eigum nú þegar þau getum við náttúrulega nýtt miklu betur en við gerum í dag. Til dæmis til að skoða samfélagsgerð fiska, til að átta okkur betur á tengslum og samspili mismunandi tegunda. En samt sem áður þá verður markmiðið bætt stofnmat áfram mikilvægasti hluti þessara leiðangra. Þú náttúrulega saman á því Guðmundur. Jú, því. En kerfisbundin vöktun nytjastofna er ein grunnforsenda árangurs stofnmats. Það er því ákveðlega mikilvægt að við höldum áfram þeirri vöktun sem við höfum nú þegar og séum tilbúin til þess að skoða það alvarlega að aukana það sem það á við. En þetta stofnmat, er það ekki bara í dag eftir að taka á tölvunni og skoða einhver Excel-skjöl? Nei, ekki alveg Steinunn. Í stofnmati eru notuð flókin líkön. Þarna hefur náttúrulega þróun líkt og í öðrum. Það er mikilvægt að við fylgjumst með þessari þróun og tökum þátt í henni. En hvert sér þessi þróun að fara?
Jú, við munum geta spáð fyrir með meiri nákvæmni í jafnframt ekki tillit til fleiri óvissum þátta en nú er. Og þetta munum þá líða til betri og ábyrgari nýtingar auðlindarinnar. Já, en nú höfum við rakið okkur í gegnum vistkerfi, vöktun nytjafiska og stofnmat, en þurfum við ekki líka að skoða áhrif veiða? Það hefur orðið vitundavakning í heiminum undanförnum árum að vernda búsvæði á botni. Og helst ógn við þessi búsvæði, það einmitt veiðarfæri. Steinunn, hvaða skaða þessi veiðarfæri að valda? Já, það má segja að allar veiðar hafa áhrif, en hins vegar þá þessi áhrif mismikil og misafæleg, en það full ástæða til að leggja mat á þessar ólíku afleiðingar, til dæmis fyrir mismunandi búsvæðum. Þannig getum við beint veiðum frá ákveðnum svæðum og yfir og önnur. En hvers konar svæði þetta sem þú tala um? Já, svæði sem við viljum huga sérstaklega að uppeldis- og fæðislegu nytjafiska eða svæði sem búa miklu líffræðilegum fjölbreytileika eða viðkvæm. Til dæmis þá þarf ekki nema 1 tog yfir kórusvæði til að brjóta niður kóruninn og skaða svæðið, en á öðrum svæðum þá eru áhrifin minni. En áhrifin ekki einungis á botndýr, þau eru líka á allar aðra lífverur á svæðinu. En hvaða fiskar finnast á þessum svæðum? Einhvers konar nemofiskar? Nemofiskar eru reyndar hlýsjátegund, en þeir veit aldrei. En eyðilegging búsvæða, hún hefur allavega áhrif á karfa, keilu, steinbít og fleiri fiska. Og svo má ekki gleyma því að það eru 3200 hryggleysingar á svæðinu í kringum Ísland á botninum. En í raun og veru þá vitum við ekki hver þessi áhrif eru því við höfum ekki stundar rannsókn á því. Jú, en það nú ekki alltaf hægt að fjandast, því áhrifin eru mismunandi eftir botngerð, straumum og fleira. Auk þess að síðustu árum höfum við séð mikla minnkun í álagi af völdum togveiða. Og það ekki síst vegna aflaregluna og þess að stjórnvöld eru að fylgja ráðgjöf að veiðiálagið minnka. Spurningin náttúrulega bara hvort þessi þróun haldi áfram og þá hvaða áhrif það muni hafa. Já, og áframtalandi áhrif mannsins og afleiðingar. Nýting grunnslóða, hann fær stöðuvöxt, til dæmis fiskeldi, veranir, efnistaka og ýmislegt fleira sem hefur áhrif umhverfið. Og grunnslóðin helsta uppeldislóð marga fiskitegunda, þannig að við þurfum að vera mjög meðvituð það hvað áhrif þetta að hafa og jafnvel hugsanlega geta spáð fyrir þessar afleiðingar. Laxeldi til dæmis mjög mikið búið að vera brennidepli, þannig að það spurningin hvað þola þessi firðir mikið af laxi? Jú, einmitt. Svo íslenske firðir eru yfirleitt vel vandraðir af vetrarlagi, en yfir sumarið mikið lagskiptur í Suðurfjörðum eins og Arnarfirði. Þá minkar súrefni við botn vegna niðurbrotsdeild á lífvera, en það ekki neitt. En þegar laxeldi fjörðum, þá mengar það vatnið með auknu úrgangi. Þá minkar súrefnið enn frekar og veldur einnig öðru álagi. Við þurfum að gæta varúðar til að eyðileggja ekki vistkerfi fjörðanna. Já, það rétt. Nú erum við að fara vítt yfir sviðið og velta fyrir okkur rannsóknum nútímans og spurningum framtíðarinnar. En hvað þurfum við að gera til að svara þessum spurningum? Væntanlega að safna gögnum eða hvað? Jón? Safna meiri gögnum, já. Það er ljóst að spurningum framtíðar verður ekki svara öðruvísi en aukinni gagnasöfnun. Þrátt fyrir framfærir í tölvutækni og líkanagerð. Og gagnasöfnunin þarf líka að vera með þeim hætti að við getum séð breytingar skömmu fyrirvara og metið hvað áhrif þær hafa. Og í því sambandi náttúrulega nærtækt að nefna breytingar á göngulóðirnar og svo kallað innrás makrílsins og flug sandsílis og fleira slíkt. Og til að geta mælt svona breytingar þá þurfum við þetta góða tækjabúna. Og okkar stærstu tæki rannsóknarskipin að þau eru komin okkur til ára sinna, að minnstakosti Bjarni Sæmundsson sem litlu yngri heldur en stofnunin sjálf. Valdu okkur. Já, ég gerði smá farðagreiningu og fyrsta spurningen auðvitað föðurlið yfirleitt. Kannski ekki. Því í framtíðinni notum við overtölvur og við verðum með alls konar sjálfvirka gagnasöfnun og gervitun sem mæla allt hafið. En það gæti alltaf komið eitthvað sem aldrei hefur sést áður á Íslandsmiðunum. Ok, svo við þurfum rannsóknarskip til að kanna málið.
En nyt skip á að vera sparneytið og vistvænt. En það var auðvitað sondur fyrir hita- og setumælingar og sýnatökur. Já. Við þurfum að kanna plöntur og dýraslíf. En við viljum kortleggja hafsbotninn. Já. Ups, skipið er oflítið. Så við þurfum aðeins stærri skip. En auðvitað þarf veiðarfæri fyrir fisk. Já. Ja, flott væri að vera með öfluga myndavél. Já. Og enn betra að fara niður á staðinn með kastbát. Já. Og skipið þarf að hafa bortæki til að kanna hafsbotninn. Já, þetta afar flott skip núna. En leiðangar verða enn skemmtilegri ef það sulldraug á skipinu. Og bar. Kannski tökum við þetta skip. Já, þá er niðurstaðan komin. Við þurfum sem sagt vel úr rannsóknarskip til að sinna okkar hlutverki. En það er ekki nóg að eiga græjurnar, við verðum líka að hafa bolmagn til þess að nota þær. Og þróunin á úthafslegu skipa núna síðustu 2 áratugum hefur nú ekki verið sem best, en við vonum náttúrulega og trúum því og treystum að það standi milli bóta. Og það eru margar mikilvægar rannsóknir sem við teljum okkur ekki hafa efni á að sinna í dag. Og sem dæmi þá má nefna rannsóknir á grunnslóðinu með áherslu á flatfiska, rannsóknir á sandsíli og átak í fiskmerkingum, rannsóknir á áhrifum veiða, kortlækning hafsbotnsins. Jú, en þetta hljómar nú orðið svolítið svona 1980 í höfðu. Tækninni plegir það. Hverjum hefum til stótt í hug nokkrum árum að fólk myndi vilja kaupa sér síma án takka. Ekki nýtt í sjónum að hafa það? Já, þú og þetta unga fólk, sko, við erum alltaf með þetta. Og jú, það er vel hundar hérna þá núna strax næsta vor, þá ætlum við að fara að mæla stofnstarf humas með myndavél. Já, það er svona vel trúflöskut. Strax flott, sko. Núna er hægt að fylgjast með lífi hafsbotnsins beint í tölvunni á skrifstofunni sinni. Já, og fjarkvæmni frá geimum þróast hratt, til dæmis til að meta framvindu og umfang svifþörungar. Og sjálfvirka kafbátar væri hægt að nota á ýmsan hátt. Þeir geta til dæmis leitað af hrygningarslóð grálugu. Já, allar þessar tækninýjungar verða spennandi viðbót við okkar rannsóknir. En væntanlega kemur ekki til staðinn fyrir sjóferðir og gagnasöfnun á velútbúnum sérhæfðum rannsóknarskipum. Það er alveg hreint, en það var líka að vinna á þau og túlka. Kröfunni nákvæmni svör við flóknari spurningum ekki hægt að mæta einungis með aukninni gagnasöfnun. Einmitt, Andreas. Þannig dettur í hug stofnun líkön þar sem skoðið eru áhrif þess hver getur hvern. Já, og líka þess hvað áhrif mismunandi veiðarfæri hafa. Það er ekki að bara þorstofninn, heldur aðra bókastofnun líka. Já, þarna erum við þannig að tala um það sem oft er nefnt vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða, ekki? Jú, en hvað þýðir vistkerfisnálgun? Áhrif veiða á vistkerfið, eins og brot á korulum við tókveiða? Eða þýðir þetta áhrif vistkerfis á veiða? Til dæmis, hvaða áhrif línun hefur á vöxt og viðgang þorsks? Já, þetta þýðir í rauninni bæði og það er að við þurfum að horfa heildstætt á málin og við sem ráðgjafastofnun, við verðum að tilengja okkur þetta og á undanförnum árum þá hefur vitundavakning meðal neytenda sjávarafurða og iðnaðarins sem að lágmarka áhrif veiða á vistkerfið. Nú nágrannaþjóðir okkar, þær eru á fullu í þessari vinnu og það er því hægt á að við þurfum að dragast aftur. Já, þetta er góða punktur, Steinunn. Framtíðarinnar, þeim eru svarað til dæmis með aukinni og bættri gagnasöfnun og tækniframförum, með framförum í úrvinnslu og líkanagerð og með því að horfa heildstætt á alla vistkerfisþættina og samspil tegundina. En erum við í stakk búin til að taka þessu öllu saman? Já, það er spurningin, sko.
Það alveg ljóst að umfang Karlssona hefur minnkað á undanförnum árum og við verðum hreinlega bara að gefa í ef það á ekki að koma niður á þekkingu okkar og ráðgjöf. Og bara við höfum ekki að missa þeirri þróun sem er að verða allt í kringum okkur. Nákvæmlega. Bara því miður staðan svo að hafrannsóknir ekki í tísku og því þurfum við að breyta. Við þurfum að vekja áhuga hjá ungu fólki og þá meina ég ekki yngra en 15 eins og okkur, heldur yngra en 25 ára á hafrannsóknum í sínu víðasta samhengi. Já, við sjáum náttúrulega að starfsfólk stofnunarinnar að eldast og á næstum árum þá munu margir starfsmenn fara á eftirlaun. Nýliðinn hefur brugðist mörg undanfarin ár. Og þeir sem horfir, þá erum við hér þau einu sem við munum vera eftir til að slökkva ljósin. Guð blessi Ísland. En það nú kannski ekki ástæða til að gera alveg svona svart til hildur. Það ekki of seint að breyta þessu. Spurningin bara, hvernig gerum við það? Jú, það getum við auðvitað gert á ýmsan hátt. Til dæmis með því að laða hérna námsmenn með styrkjum og spennandi námsverkefnum og góðri aðstöðu. Og svo þurfa náttúrulega þessi námsmenn að fá vinnu á námi loknu og auðvitað samkeppnishæf laun. Og við viljum auðvitað sjá hérna fullt af ungu fólki, innlendu og erlendu, vera að vinna með okkur að spennandi rannsóknum. En við verðum líka að vera sýnileg. Við þurfum að miðla okkar þekkingu til almennings og vekja áhuga, ekki síst á henni mörgu skólastigum, í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum. Hægt að gera heimasíðu okkar enda meira spennandi og hafa lifandi og skemmtilega framsetningu á þeim rannsóknum sem í gangi. Nútíma tækni við framsetningu henni fleigi stöðugt fram eins og sýndarveruleiki og ýmis konar og við ættum til að nýta okkur þetta. Já, við höfum verið duglegir við að birta og kynna rannsóknum okkar í vísindagreinum undanförnum árum og munum halda því áfram og auka þessar stöð. Svo má ekki gleyma því að reynsla okkar hér á landi á fullt erindi út í einn stóra heimi. Eins og til dæmis samstarf okkar við Háskóla Sameinuðu þjóðanna, en það hefur nú þegar skilað ómældum árangri. Já, það svo sannarlega rétt, eins og annað sem þau gerir fram. En nú held ég að við þurfum að fara að segja þetta gott, þó að auðvitað sé margt ónefnt. Og svo ég taki þetta bara svona saman í stuttu máli, þá munu spurningar framtíðar auðvitað vera samspil ólíkra tegunda, áhrif hafstrauma og ástand sjávar og vistkerfið og hvernig það hefur það. Nú tækni við gagnasöfnun og úrvinnslu munu þetta fleygja fram og við munum þurfa á vel menntuðu ungu fólki til að bara geta fylgt þeim straumum því að halda. Og ekki má gleyma því heldur að alþjóðlegt samstarf er mikilvægara heldur en nokkuð sinni fyrr. Og þar hefur við auðvitað bæði að vera gefendur og þiggjendur. Nú og ég ætla bara að vona það að við tökum bara vel á móti framtíðinni og skálum að sjálfsögðu fyrir henni hér á eftir. Takk fyrir.